Nú ætlum við að ræða Gaza en kannski svona frá sjónarhóli Evrópu, hvort það sé möguleiki á því að afstaða stjórnvalda í Evrópu sé að breytast út af kröfu almennings, ég veit það ekki. En Gaza líka í bakgarði Evrópu og við höfum oft talað Gaza sem átök Ísrael og Palestínu og hlutverk Bandaríkjanna þar og Íslands eða fyrir okkur aðeins að vera með svona sjónarhorn frá Evrópu og hún hérna hjá mér Helena Ólafsdóttir, öryggis sérfræðingur sem hefur oft komið hingað að ræða ýmislegt mál. Þú býrð í Bretlandi. Já, eins og er. Þú hefur svona sans fyrir svona hvort að það sé einhverjar breytingar þar mögulegar. En þú starfar hins vegar líkum við að segja á furðulegum stöðum. Já. Og það finnir í Sómalíu, Líbíu. Einmitt. Þetta er ekki svona, það er ekki margir sem velja þessu þetta. Nei, en ég er búin að vera hjá Sameinuðu þjóðunum í yfir 18 ár og í ólíkum hlutverkum þar og nú er ég sem sagt að fást við verkefni mestmegnis í mína region sem er sem sagt Miðausturlönd, Norður-Afríka og svo Afríka og þá er ég aðalega Austur-Afríka sem ég er að vinna á. En má ég spyrja hvað þetta gera og svona af hverju eins og í Líbíu að því að þetta er svona land sem er ekki mikið í fréttum. Nei. En þetta er land sem að skipti gríðarlega miklu máli fyrir Evrópu bara af því það er fjöldin allur af sem sagt, það er eins og fólk hefur eflaust mann eftir því að Gaddafi er steypt af stóli eða hann reynilega er drepinn 2011. Ég byrjaði að vinna í Líbíu 2013 en svo brutist út átök 2014. Þetta er aðalega milli tveggja stórra fylkinga, sem sagt það er stjórnvöldin sem að sitja í Trípoli, höfuðborginni, og svo ertu með Benghazi, það sem er general sem heitir Haftar. Og hann er svona stuttur af Sameinuðu arabafylkjadæmunum og svo er kannski, Tyrkland að styðja við stjórnvöld í Trípoli. Stjórnvöldin í Trípoli eru þau sem eru svona alþjóðlega viðurkennd. Vandamálið er að þarna eru ótrúlega margar fylkingar sem sagt af militia fylkingar og sem að bítast bara völdin hreinlega. Herrflokkar og stríðsherrar. Já, og þannig að þetta hefur verið mikið upplaust en það er núna ákveðin þýða, það er ákveðið vopna hlé en það brjótast oft út átök og svona og það þarf að finna í rauninni lausn á þessum stríðandi fylkingum vegna þess að þetta er náttúrulega bara stríðum umráð og yfir auðlindum líka. Þetta er náttúrulega ríkt land, Líbía. Þannig að Sameinuðu þjóðirnar standa frammi fyrir því að reyna að finna einhverja lausn á því hvernig framtíð Líbíu hreinlega lítur út varðandi það að koma á einhverju lög og reglu og bara semja við þessar stríðandi fylkingar. Hvernig hefur almenningur það? Getur lífið svona haft sinn vana gang eða þetta hægt hörnandi samfélag? Sko, nú er ég að fara til Líbíu bráðlega en ég hef ekki verið þarna í mörg ár en ég náttúrulega þekki frá kollegum mínum sem vinna þarna og líka bara fólki sem býr þarna að það er merkilega, núna síðastliðin 2 ár hefur verið svona merkilega hægt, ég meina Sameinuðu þjóðirnar til dæmis eru inn í Líbíu og geta farið út og geta farið á fundi með ríkisstjórninni þar og þannig að jú, það er einhver svona normalsi en það er náttúrulega, það var þarna alveg skelfilegt flóð, mikla rigningar sem tengist svona hamfarahlýnun og þar voru bara talið 10.000 manns sem hafi dáið, þetta var sérst í austur hluta landsins, Benghazi eða þarna í austurhluta landsins virkju og þannig að það er náttúrulega eiginlega innviðirnir eru ekki mikið sko hægt að treysta þá því það er búið að vera svo mikið stjórnleysi þarna. Þannig að má eiginlega segja það að jú, það er svona einhver vanagangur sem að gengur fyrir sig en þetta er mjög erfitt hjá fólki. En fyrir náttúrulega 2011 þá undir Gaddafi þá var Líbía, fólk bara lifði mjög hátt sko og þó að það hefur náttúrulega verið einræðisherra en þá var konur voru til dæmis í mjög opinberum störfum, þetta var mjög velmegt velmegnið samfélag en það er ekki alveg þannig í dag. Efnahagsleg gæði. Einmitt. Sómalía, þar er ekki efnahagsleg gæði mikil? Jesús, nei. Veistu það, ég var bara að hlusta á núna í morgun að sko það er búið að vera á omgóinni þarna hungursneið og þú veist það eru 17 milljónir það bil sem að búa í Sómalíu. Það eru 4 milljónir á vergangi út af stríði og bara loftslagsbreytingum.
og það bara talað um 1 milljón manns í núna á barmi hungursneyðar og þetta alltaf, þetta bara aftur og aftur það eru 2-3 ár síðan að hafa hægt að koma í veg fyrir þetta. Vandamáli að það miklu minni peningur sem verið að láta í neyðaraðstoð frá sérstaklega Evrópuríkjunum. Þannig að það minna milli handana og erfiðar að bregðast við þessari rosalegri krísu, mannúðakrísu þarna. En þetta erfitt, Sómalía land sem með nokkra svona klans sem eru að berja svolítið mikið sín á milli. Aftur snýr þetta mikið af annars vegar hamfaralínun og að berjast vassforðan og þetta. En svo ertu náttúrulega líka með Al-Shabaab sem eru hryðjuverkasamtök sem eru líka ráða yfir bara þó nokkrum svæðum og það bara á degi hverjum einhver átök á milli út í feltinu þarna hjá þeim. Þetta rosalega erfitt, það margir þættir. En maður hefur heyrt að í umræðu meðal annars frá Bretlandi þar sem aukin hernarútgjöld eru meðal annars fjármögnum með því að draga úr þróunaraðstoð og maður heyrði þetta líka frá Bandaríkjunum. Já. Hefur þetta svona endurmat á öryggishagsmunum á Vesturlöndum það í för með sér að öryggi fólks í Afríku sem býr á hungursvæðum bara að kippt undan þeim allri vonið það? Já, þetta við sjáum það í Sómalíu að það að minnka aðstoðin vegna þess að það samdráttur í útgjöldum, bara sérstaklega eins og þú nefnir Bretland. Þeir hafa lýst yfir að það muni fara minna í þróunaraðstoð og einmitt meira í hernaðarútgjöld eða varnarmál. Það samt svolítið, vandamáli kannski ekki, neyðaraðstoð og peningur til þróunaraðstoð, hann ekkert gríðarlega mikill í stóra samhenginu. Og það eru bara margir sem vilja meina það eins og núna USAID var Bandaríkjaforseti bara lagðir hreinlega þá stofnun niður. Vandamálið kannski frekar hvað þetta gerist allt og hratt þannig að löndin geta ekki brugðist við, Sameinuðu þjóðirnar geta ekki brugðist við til þess að koma í veg fyrir katastrófi því það voru til dæmis, það talaði það að börn sem voru háð lyfjum sem komið gegnum USAID, gegn alnæmi eða HIV veirunni að það var bara allt í einu kött á það. Þetta gerðist náttúrulega hrætt. En það fullt af leiðtogum í Afríku sem vilja bara sjá strúktúral breytingu á allri aðstoð. Því að það fer miklu meiri peningur út úr Afríku heldur en fer inn í Afríku. Og vandamálið að það allt of miklar skuldir sem að Afríkuþjóðirnar bera á herðum sér með allt of háa vexti. Þeir fá ekki sömu lánin og sömu vöxtum. Það þarf að horfa í að afnema þessar skuldir eða lækka vextina. Það þarf að horfa í að, þeir leiðtogar sem hafa þjóðnýtt auðlindirnar sínar hafa nú aldrei lent upp á kant við til dæmis Bandaríkjastjórn í gegnum tíðina, ekki satt. Það var nú bara Líbía sem þjóðnýtti olíuiðnaðinn hjá sér og lenti á svartalistanum. Venezuela, ég get talið áfram. Og Írak 56 akkurat, og bara endalaust. Akkurat, en vandamáli það einfallega að það allt og mikið að fyrirtækin eru hreinlega bara máttugri heldur en löndin sjálf. Fyrirtækin eru í þessum extraction industry, þetta getur verið alls konar málmar, Kongó frægt dæmi, kóbaltnámur. Þannig að margir Afríkuleiðtogar eru farnir að tala það að þeir þurfi hreinlega að fara að þjóðnýta hreinlega auðlindirnar sínar og einmitt líka það að berjast fyrir réttlátari verslunarsamningum við til dæmis Evrópu. Því álfunni hreinlega haldið niðri með því að þeim ekki gefið nægur aðgangur að til dæmis mörkuðum hér á Vesturlöndum. Þannig að það þarf að hugsa þetta dæmi upp á nýtt og neyðaraðstoð og þetta bara, ég held, þetta bara orðið, við þurfum að hugsa þetta öðruvísi, ég held að þessi strúktúra eins og hann í dag, við verðum að finna eitthvað nýtt. Þetta ekki að ganga, ástandið bara versna. Þannig að svo líka bara ýmislegt að gerast í til dæmis, nú mannúðaraðstoð að mestuleyti gerð út frá Genf. Það rosalega dýrt að vera í Genf. Sameinuðu þjóðirnar hafa núna mist alveg gríðalegt fjármagn, sérstaklega út af Bandaríkjunum. Þannig að núna verið að tala það að það þurfa að skera niður fjórðungin á störfunum í Genf og nú til dæmis Katar farið að segja að þeir séu tilbúin til þess að taka til sín þennan mannúðarhöbb, skilurðu. Það svo margt sem að gerast breytingar sem við stöndum frammi fyrir sem að ég held að flestir séu tilbúnir í en það verður eitthvað að breytast. Þannig ég sé þetta svona að það eru tækifæri í krísunni, skulum við segja.
Ég trúi eins og með Genfi að komið þangað og það eiginlega hægt að labba og skoða verðmiða í búðum bara til þess að undra sig. Þegar við jafnvel við Íslendingar, sko. Það er engin eftir að búi í Genf. Það er ævintýralega hátt verðlag. Já. Herðu, en við ætlum að tala Gaza og kannski ábyrgð Evrópu á ástandinu. Já. Og möguleika Evrópu á því að einhvern veginn beita sér til þess að stoppa þetta. Já. Því þetta eins og ég sagði, í bakgarði Evrópu hefur bara áhrif á öryggi hagsmuni Evrópu, fyrir utan, sko, það bara mannúðarkrafa á alla. Já. Sem að telja líkur sig á að þjóðamál sé í gangi að stöðva það. Man heyrir svona meðal annars frá Keir Starmer svona veik tilraun til þess að víkja frá þessari harðstefnu sem hann hefur rekið. Er Evrópa einhvern veginn í þeirri stöðu núna að þeir verða að breyta stefnu? Sko það var náttúrulega 500.000 manna sem var á götunum helgina í Bretlandi og að mótmæla stefnu stjórnvalda eða aðgerðarleysi breskra stjórnvalda. Það sem manni finnst svolítið að þessir evrópsku leiðtogar þeir gera það sem bara minnsti mögulegi. Það ekkert verið að, þú horfir á þetta er bara yfirlýsingar, sko. Og til dæmis þegar að Írland, þú veist það má reyndar, sko, Írland, Noregur og Spánn sérstaklega fá alveg fyrir í hattinn fyrir að hafa verið, sko, sagt mjög mikið og tala mjög mikið gegn Ísrael í þessu. En þú veist, þú ferð virkilega að horfa á aðgerðirnar eins og Írar eru búin að gefa það út að þeir munu setja viðskiptabann á alla verslun við fyrirtæki sem stunda starfsemi sína á hernumdu svæðunum. Svo fer það að skoða hvaða áhrif þetta hefur á Írland, þú veist, þetta eitthvað smotteri af ávöxtum og eitthvað, þú veist, en þetta er náttúrulega meira symbolíst það sem að Írar að gera. Á meðan skilst mér að það sé ennþá verið að selja skuldabréf, ísraelsk skuldabréf í gegnum Seðlabankann á Írlandi. Þannig að þú veist, það og þetta með þessar yfirlýsingu, til dæmis Breta, Frakka og Kanada, þetta ennþá bara yfirlýsing, skilurðu. Þannig að, og þarna eru í rauninni ríkin eru ennþá ekki að ganga nógu langt samkvæmt þjóðarétti. Þau eru raunverulega að bregðast þjóðarétti. Það líka annað í þessu. Nú til dæmis, nú þessi fundur sem var í Madrid Plus, það sem eru einhver 20 ríki sem að koma saman og meðal annars Ísland komið í þann hóp sem bara mjög gott mál. Að undibúa sig fyrir fund sem verður núna bara í byrjun júní í New York hjá Sameinuðu þjóðunum. Það sem á að fara að fjalla þessa tvíhliða tveggja ríkja lausn. En sko, þarna finnst mér fólk vera að fara að hlaupa svolítið eitt skrif áfram vegna þess að það þjóðamorð. Þú veist, þannig að það ætla að fara að auðvitað þarf að tala hvað kemur á eftir. Það þarf að tala það. En áður nú kemur að tveggja ríkja lausn, það sem virkilega þarf að tala er þjóðamorðið sem á sér stað núna og hvað ætlar, sko, alþjóðadómstóllinn er búinn að koma með bráðabirgðar úrskurð það. Fyrsta lagi hefur hann tekið máli fyrir og bara af því að alþjóðadómstóllinn hefur tekið máli fyrir að það sé mögulegt þetta mál Suður Afríku og fleira ríkja gegn Ísrael þjóðamorð. Það þýðir það að það býr til ákvæðir bara á öll löndin sem hafa skrifað undir sáttmálan gegn þjóðamorði. Þar kom líka bráðabirgðar úrskurður og við höfum fjallað þetta ég og þú bara núna, þetta alveg ótrúlegt að þetta sé búið að vera 20 mánuðir. Það bara mikilvægt að endurtaka þetta vegna þess að... Það vegna þess að þetta ekkert grín hvar við erum sem þjóðir að bregðast. Bráðabirgðar úrskurðurinn, hann segir að okkur beri skylda að koma í veg fyrir þjóðamorð. Og það ekki bara þannig að það sé einhver kvöð á Ísrael, þetta kvöð á okkur. Þar líka í rauninni segir að ríki séu skyldug til þess að taka það séu aðgerðir, ekki bara orð. Og þannig að núna spyr maður sig, hvað erum við að gera þegar að kemur að aðgerðum? Við höfum sagt ýmislegt, en við höfum ekki tekið neinar aðgerðir. Annað í þessu sem að þögnin náttúrulega, þögn bara, þú ert bara samsekur. Það bara í málsóttur sem getur verið í páskagjum, þögnin saman samþykki. Akkurat. En síðan annar, þetta nefnilega 2 dómar sem verður að horfa á. Það alþjóðadómstóllinn og þjóðamorð sem alvarlegasta elementið.
En því það býr til skyldur að koma í veg fyrir. Og ég ætla bara að benda það í Rúanda 1994 að það brást alþjóðasamfélagið fullkomlega við þessu að það var ekki komið í veg fyrir þjóðamorð, samt var ríkjunum full mátti vera kunnugt og þau máttu vita að þarna væri að... Og enn frekar núna því að tíminn er náttúrulega 20 mánuðir sem bara, já, en hinn dómurinn sem er alveg sko gríðarlega mikilvægur í þessu er sem sagt dómur alþjóðadómstólsins hernámið sjálft eða álit. Þarna og þarna kemur til líka að öryggisráði í gegnum fjölmörg síðustu ár hefur komið með alls konar ályktanir sem hafa verið samþykktar líka Bandaríkjamönnum þá sem sagt banna til dæmis alla þessa aukningu á hernumdu svæðunum á þessum settlements, hvað er þetta nú á íslensku eftir? Landnemabyggðirnar, akkurat. Og þannig að ef við skoðum hennan dóm hjá alþjóðadómstólnum varðandi hernámi sjálft, þetta kemur líka við okkur. Og ég vil sérstaklega minnast á ákveði kreditkorta miðlunarfyrirtæki hérna á Íslandi. Vegna þess að þú mátt ekki bara alls ekki versla við fyrirtæki sem eru á hernumdu svæðunum. Heldur sko í rauninni allt sem tengist með einhverju móti. Og við skulum bara átta okkur á því að það er mjög fátt í Ísrael sem tengist ekki hernumdu svæðunum. Hvað var það svona bara almennan business sko. Vegna þess að allir til dæmis yfirmenn þessara fyrirtækja þar á meðal þessi ákveðni aðli þarna yfir Rapid fyrirtækinu að lýsti yfir stuðningi við Ísraelsher. Þannig að það sko í rauninni ættum við vegna þess að nú sko rétturinn gaf þeim 1 ár til þess að klera hernámið. Bara að þeim er bara skyldað að fara af hernumdu svæðunum. Þetta eru 700.000 manns sem þarf að flytja frá Vesturbakkanum yfir til Ísrael ef við hefum að fara eftir lögum sem er 1967 landamærin. Þetta er náttúrulega Ísrael ekki að gera. Þeir hafa bara stigið á bensíngjöfina og eru að boða fleiri byggingar. Þannig að það er svo sem ágætt að í þessu það er sennilega þess vegna sem þessi ríki eru að reyna að koma sér saman, hvort sem það er í Madrid Plus eða núna í New York, það sem verið fjallað þess að tveggja ríkja lausn. Það er ekki hægt að halda þessu áfram eins og er. Flestir vita það. Og þetta fólk getur ekki lifað saman eftir þetta sem búið að gerast. Vegna þess að þetta er bara Nakba 2 og hryllingur sem kemur út úr, ég get ekki ímyndað mér að fólk sem búið að missa alla sína fjölskyldu og hort upp á þetta í 20 mánuði fyrir utan það hafa verið undir hernámi allt eitt líf af því það var gríðarlega fátækt á Gaza náttúrulega fyrir þennan tíma og fólk að sko, hvað heldur að verði margir sem að mörg börn núna í dag sem eigi eftir að bara reynlega vera tilbúin til þess að taka upp vopn seinna mér í hendaskinni. En það má vera að passa sér að tala ekki svona sko vegna þess en ég meina sjálf hef ég unnið af það sem kallast violent extremism og ég get alveg sagt þér það að það ætti að vera áhyggjuefni hjá leiðtogum bara í Evrópu líka af því Evrópa er partur af probleminu svo í talningum Bandaríkin, það er nú alveg út af fyrir sig kapitúli, en Evrópuríkin þurfa aðeins að fara að hugsa þetta til lengri tíma vegna þess að þau hafa brugðist þessu fólki staðið með Ísraelum allt og lengi og mér finnst sama með Líbanon, sama með Sýrland. Ísrael er ekki öruggara fyrir vikið eftir þennan hrylling og ég skil eiginlega ekki hvernig Ísrael ætla bara hreinlega að hvernig verður Ísrael eftir nokkur ár? Þú veist, það er bara fólkið þarna, þú sendir öll þessi börn út í þessa styrjöld að fremja stríðsklæpi og þeirra eigin sko gamall generall er bara búin að lýsa því yfir að Ísraelsmenn séu að fremja stríðsklæpi. Þetta er vitað, við þurfum ekki eins og að tala um þetta. En af hverju leyfu þessu að halda áfram, það er stóra spurningin. Ef við tökum svona myndlíkingu þá er bíllinn á flegi ferð og það þarf að stoppa hann og það þarf að snúa við. Og Evrópa er eiginlega ekki einu sinni að taka fótinn af bensíngjöfinni en er svona að ræða ýmislegt inn í bílum. Já. Og kannski og það á við svona margar yfirlýsingar en þá geti einhver sagt á móti og segjum bara íslensk stjórnvöld og segja já, Helen, en það bara er ekki hægt að bara allt í einu bremsa núna, það er ekki stuðningu fyrir því, við verðum svona hægt og bítandi að ná að byggja upp svona
konsensus breytt viðhorf og byrjum á því að fá Írana og Norðmennina og fleiri með okkur í svona smávægilega aðgerðir og það hefur áhrif á hina sem eru stærri að þau eru þó byrjað að tala að þetta gangi ekki og þannig verðum við bara að vinna þetta hægt og býta þetta flókið diplómatist verkefni og krafa þín, ég meina endilega haltin áfram að bara stoppa strax og svona, en hún getur ekki orðið vegna þess að þetta tekur tíma. Hvað segir við svona sjónarmiðum sem að... Þá verðum við bara að vera sammála það að við erum að bregðast þjóðarétti. Meina, það er þá bara þannig. En það sem ég fannst eiginlega, og þarna, ég heyrði þarna í hjá Samfylkingunni, Dagbjörg Hákonardóttir, ég heyrði þetta rationál að mætti ekki slíta viðskiptasambandi, ég hef aldrei heyrt það aðeins vitleysu. Nei, ég meina að ég bera þetta undir að því þetta sem í almennu umræðu. Þetta er bara, sko, hvað gerðu menn, sko, þó að sé búið að segja, já, við slítum nú ekki stjórnmála, sambandi við Rússland, við lokuðum sendiráðinu samt. Við höfum náttúrulega ekki sendiráð í Ísrael. Nei, en við erum með ræðismann. Við erum með ræðismann, væntanlega sem gerur út frá annarkvort Jórdaníu, ég veit ekki hvað hann er núna, hann var í Jórdaníu sennilega. En ég meina það er hægt að senda pólitísk skilaboð með það að loka temporarlega á eitthvað stjórnmálasamband. En ég sagði þetta, ég hef alltaf sagt þetta að við erum dauðhrædd við Trump og við þorum ekki að taka skarið, við bara út af þessum sambandi okkar við Bandaríkin. Ég held að það sé bara eina málið. En þá kemur að kannski spurningunum ábyrgð Evrópu og ég meina þú ert búin að benda á að það sé ábyrgð Evrópu bara bregðast við úrskurðum alþjóðlegra dómstóla og þar segir bara skýrt að ykkur ber að gera allt sem ykkar valdið stendur til þess að stöðva þetta og þið getið ekki verið í viðskiptum við Ísrael sem er að fremja stríðsglæpi og þjóðarmorð. Akkurat. En ef við förum svona aðeins afturbaki tíman, hver er svona ábyrgð Evrópu á bara þessu ástandi almennt? Hefur Evrópa eiginlega bara setið hjá og beygt sig undir svona forræði Bandaríkjanna af ótta við það að bara ótta við Bandaríkin og tengsl þeirra hversu mikilvæg Bandaríkin eru að mati Evrópu í öryggismálum Evrópu að bara leyft Bandaríkjunum að bakka upp ríkisstjórn öfgaflokka, held ég að segja, sem að reka þessa hryllilegu stefnu og Evrópa kannski að vakna við það núna að kannski hefðu við átt að hafa einhver rödd í þessu. Einmitt. En rödd Evrópu, svona í varðandi þessi mál, hefur engin verið bara frá Osloar samkomulaginu sem var á síðustu öld. Það er nefnilega akkúrat málið að bara alþjóðasamfélagi, þeir ættir alltaf að nota alþjóðasamfélagi, þannig að yfirleitt bara, þú veist, Evrópa Bandaríkin og félagar. Já, bara Global North, sko. Að alþjóðasamfélagi hefur lokað mjög mikið augunum fyrir þessu. Það var smá element á einhverjum tímapunkti þar sem að vera að reyna að semja en sko Ísraeli hafi bara verið mjög flinkir í því að halda öllum svona temmilega góðum og þetta er það sem pirrar mig núna til dæmis mest með Gaza, það sem er að gerast. Mér hefur fundist orðræðan hjá Benjamin Netanyahu og vera bara frekar konsistent og fólkinu í kringum hann. Þú veist, bara þetta með allar þessar landnemabyggðir. Þetta á ekki að koma neinum á óvart, en við höfum einhvern veginn leiðtoga sem hafa reynt að leiða þetta hjá sér og gert jafnvel lítið úr öllum þessum yfirlýsingum frá stjórnvöldum í Ísrael í mörg ár. Þú veist, og þegar Gaza-tilnum byrjaði, að þá var einhvern veginn svona, þú veist, þegar þeir bara lýstu yfir, þeir ætluðu reynilega að svelta fólkið, þeir ætluðu bara að strauja yfir Gaza. Yfirlýsingarna voru genocidal intent, alveg strax í upphæfi. Og þá bara er eins og að vera að segja, já, þú veist, þau náttúrulega eru í sjokki og það bara gert rosalega lítið úr þessu. Það er bara allir utanríkisráður bara flugu niður yfir og lýstu við stuðningi það hafi ekki bara rétt á því, heldur bara skilda þess. Akkurat. En eitt, það er kannski tvennt í þessu með þetta, að ég er mikið pælt í þessu, sérstaklega það sem ég er í Bretlandi, af hverju er svona rosalega, af hverju eru þessi lönd svona tilbúin til þess að ganga svona langt og jafnvel bara fórna alþjóðalögum og kerfinu sem við búum við og öllum mannréttindum bara til þess að þurfa ekki að takast á við Ísrael. Í hverju landi fyrir sig að minna hérna, þetta er ekki hér, það er það ekki með við hvernig þetta er í Bretlandi, það er rosalega sterkt síónista lobby og það er bara mjög skeri og þetta síónista lobby hefur verið þeir komu nú bara korpin frá, það er bara staðreynd og þetta lobby sem er í flestum af þessum Evrópuríkjum sterkt lobby tekur fyrir hvern þann sem þorir
og reynir hreinlega bara að eyðileggja lífsviðurværi viðkomandi sko. Það var margir lent í klónum á þessum sko, sem hafa vilja vera meira, það, til dæmis fyrir bara einhverjum 3 árum síðan í Bretlandi þá hefðu enginn komist upp með að tala eins og fólk að tala núna á þinginu. Ég var að fylgjast með breska þinginu bara ég held að það hefur í síðustu viku frekar en þeirri fyrir þar undan að sem sagt að nú allt í einu eru þingmenn farnir að standa upp og þora að segja hvað raunverulega að gerast. En þetta vegna þess að við skulum átta okkur því að þegar að Gaza, þegar 7. október, sko, það voru náttúrulega búin að vera fullt af árásum á Gaza löngu fyrir þann tíma. Mjög alvarlegar árásir undir hernámi og undir því að vera þarna, frá því að Ísrael raunverulega fór frá Gaza sem var 2005 eða eitthvað svoleiðis. Stanslausar árásir og lokað á alls konar hluti og bara haldið öllum þarna niðri. Ég var svolítið, þegar ég fór að vera meir í Bretlandi og fór svona að skoða þetta og áttaði mig betur á þessu hvað síónistalobbyið rosalega sterkt. Þú sér sko Telegraph undirlagður af þessu lobby. Þú sérði náttúrulega á hvernig, en fjölmiðlar í Bretlandi hafa verið, sko það áttur að verða rannsókn það hvað fjölmiðlarnir eru bara hreinlega samsekir í þessu. Og þetta sama með einmitt, þú veist, kritikina á RÚV. Hvaða orð notaru? Hvað kýstu ekki að fellum? Eins og þetta sem einn ágætis maður sem að fylgjast vel með þessu var búin að sýna bara, það var ekki einu svona frétt Hind, þetta barn sem var sko, og þetta svo klárlega alveg hræðilegu stríðsklæpur og fjallaði þetta alveg í lón og dón í erlendu fréttum, þetta var ekki einu svona coverið þannig að þetta finnst mér mjög merkilegt að skoða í Bretlandi, að það eru breytingar þar sem að það eru fleiri sem eru farnir að þora að segja eitthvað og þá pressan ekki bara á götunum, að því að fullt af fólki sem búa massera þarna í 20 mánuði sko, pressan líka að koma úr þingjunni hjá Starmer og alveg eins og þegar til dæmis svakalega flott ræða hjá Sigmundi Erni, pressan þar líka að koma úr þinginu á okkar stjórnmálamenn. Þannig að ég sé meira, ég meina Þýskalandi, það skelfilegt ástandið hvað búið að bara sko halda niðri frjálsum bara, þú veist, fólk getur ekki bara talað frítt lengur í Þýskalandi. Það bara hent í fangelsi eða segir eitthvað pro-palestinjan sko. Þannig að það svolítið náttúrulega ástæða fyrir því, þetta náttúrulega sögulega ástæða fyrir því. En við erum í Bretlandi, þú nefndir Corbyn sem að hefur verið stutt frelsisbaráttu palestínumanna og talað gegn stefnuríkisstjórnar Ísrael sem að hefur brotið niður bara mannréttindi og mannvirðingu palestínsku þjóðarinnar. Hann var skilgreindur sem gyðingahattari. Já. Og það var samþykkt meðal þeirra fórustu sem hann náði völdum í verkamannaflokknum og ég man eftir svona ræðum sem að Keir Starmer var að halda sem hann var með sko fyrirlitningatón yfir þessu og fjölmiðlarnir bökkuðu þetta upp og þó þetta hafi verið afhjúpað sem bara þvæla að þá náði svo afhjúpun aldrei í gegn og maður var að lesa í arabískum fjölmiðlum En það sem ég að velta fyrir mig þegar svona ástand eins og þegar Keir Starmer að segja þetta, hann hafði náttúrulega hag af því að halda þessu fram vegna þess að þetta var hluti af valdabaráttu hans. En þó svo ekki hefði verið að þá var þú að segja að hann hefði haldið þessu fram jafnvel þvert gegn betri vitund vegna þess að hann veita að ef hann talar ekki með þessum nótum þá fær hann engan frið til þess að byggja upp sín pólitíska feril í Bretlandi. Það sem að síónistalobbyið hefur svona mikil áhrif og mikil völd. Það akkurat það. Og það á við blaðamenn, það á við þingmenn, þá eiginlega við alla. Þannig að komin eitthvað svona ógnar. Það það og búið að vera og maður hefur séð fjölmarga pólitíks að vera að tekna fyrir. Maður hefur séð fjölmarga sérstaklega prófessora vera að tekna fyrir. Og en núna sem betur fer orðin svo breyting að nú bara fylgjast með útvarpinu, mjög athyglisvert að fylgjast með orðræðinu í útvarpinu, hvað útvarpsmenn eru farnir að þora að segja sem þeir gerðu ekki fyrir 2 árum eða bara fyrir 3 árum áður en að 7. október var. Þannig að það breyting og þannig að það jákvætt en á sama tíma aftur komum við að þessu symboliska versus, þú veist, hvað þarf að gera til þess að hafa alla svona aðeins róleri. Núna eru leiðtogar í Evrópu svolítið mikið að þú veist, reyna að koma í veg fyrir
þetta svona legacy þeirra vera að fara að passa þessi sko. Hvar lenda þeir í sögunni í þessu? Þannig að nú eru farnir að þú veist að reyna að vera með þessu yfirlingar og sína að þeir hafa nú aldeilis verið á móti þessu allan tíman. Þá gera þeir það sem að stjórnmálamenn eru stundum svona góðir í eða telja að vera sitt hlutverk, að gera eitthvað en lítið en svona nógu mikið til þess að bara lifa út daginn sko. Já, eins og Evrópusambandið. Lifa í gegnum kastljósið að segja að ég hef þungar áhyggjur af og eitthvað svoleiðis, en er raunverulega ekki verið að gera neitt, er raunverulega bara friðþægja þá sem eru að mótmæla eða þá sem eru með kröfur. En raunverulega ekki breyta neina. Já, það er akkurat þannig. Það er vegna þess að þú horfir á Evrópusambandi, búið að lýsa því yfir að þeim munu endurskoða og eins með breytana sko, búin að setja á hold einhvern trade-samning sem var í gangi. Þannig að þú veist, það er bara status quo. Þetta hefur engin áhrif í rauninni. Þú setur einhverja trade negotiations on hold. Ég meina, þannig að það er gert það minnsta mögulega í þessu. En ég er alveg að því að pressan frá almenningi er að skila sér. Það er þetta að fjöldin hann er að stækka sem að þú eru að kalla þetta það sem það er. Núna sérstaklega þegar að allir, það líka hjálpar þegar að ákveðnir aðilar innan Ísrael eru farnir að, því þá er þetta ekki orðið lengur gyðingahattur. Ef stærri og stærri hópur af gyðingum fer að tala þetta og þá er ég að tala inn í Ísrael, eins og þessi fyrir hersöðingi sem mann ekki nafnið á, að sem kemur út og segir Ísrael er bara að fremja þjóðum, ekki þjóðumar, hann sagði bara stríðsklæpi. Þegar leið og það eru sko ísraelski prófessorar í þjóðamorði sem eru búin að skipta núna skoðun og segja þetta sé þjóðamorð. Það eru nánast allir prófessorar sem hafa eitthvað vægi með þjóðamorð hafa lýst yfir nú er þetta þjóðamorð. Amnesty International, Human Rights Watch og Sameinuðu þjóðirnar og þú veist, þannig að nú er það bara komið á hreint þó að alþjóðadómstóllinn sé ekki búin að dæma það. Þá er þjóðamorða samningunni þannig að þú þarft ekki að vera búin að dæma það. Nú þurfum við að koma í veg fyrir það. Við þurfum ekki að bíða eftir því að alþjóðadómstóllinn dæmi þetta en það tekur slíkt alveg, þú veist, allavega 2 ár lagalega séð bara að fara í gegnum allt. En við skulum alveg hafa þá hreinu að eins og er búið að segja, sko, Ísrael er búið að vera mjög duglegt að dokumentara sína eigin stríðsglæpi, hvort sem það er genocidal intent eða bara jafnvel stríðsmenn inn á Gaza sem hafa bara hreinlega verið að taka myndir og það sem ég verið svolítið að hugsa er það að nú erum við, almenningur, búin að horfa upp á í símónum okkar í 20 mánuði slátrun á börnum og hvernig, þú veist, ég veit fullt af fólki og ég er þar á meðal sem ég get ekki einhvern veginn fagnað einhverju almennilega, ég get ekki verið fullkomlega hamingjusum í mínu lífi og virkilega hlegið alveg, þú veist, út í eitt og verið fullkomlega hamingjusum af því þetta hefur svo mikil áhrif á sækið á manni. Persónulega þekki ég fólk sem er inn á Gaza, ég þekki fólk sem á fjölskyldur inn á Gaza, ég hef unnið með, þannig að þú veist, unnið á svæðinu mjög lengi. Ég er að spá í hvaða sæki þetta hefur bara á okkur jarðarbúana að almenning að fylgjast með þessu og ég held að við sem ekki alveg að taka þetta nógu mikið inn í dæmið, sko. Ég ætla að ræða annars þar í þættinum svona stöðu almennra borgara gagnvart einhverju sem að stjórnvöld er að gera sem að brýta gegn siðferðiskendur vangaveldur get ég verið samsegur ef ég bregst ekki við og annars slíkt sem að tengja þessu sem þú ert að lýsa. Ég ætla bara að taka lítið dæmi þar, ég ætla að taka vilja íslenska stjórnvalda til að vísa dreng frá Kólumbíu úr landi. Þannig ég ætla að fá fólk til að ræða það en þetta er hluti af því sem er að gerast í Evrópu og fólk upplifir það að þetta tengist mér persónulega þjóðamorð í Gaza og ég verð að bregðast við og það er sama að vísa í stjórnmálamenn sem er að velta fyrir sér hvor megin söguna lendi svona. En þetta er bara, við lifum inn í einhverju sögu og við verðum hvert og eitt okkar að taka ábyrgð á því hver er okkar staða. En þú talar svolítið eins og þetta merkja sé eitthvað svona eins og þetta ógnarvald síónistalobbísins í Bretlandi sé einhver þetta bresta. Það séu fleiri þingmenn að þóra síðan fram. Það er að vera svona breyting í fréttaflutningi. Við höfum séð að það eru margir sem að vakta svolítið RÚV
sem að, þú veist, hvenær sagt að eitthvað falli eða eitthvað sé drepinn og þannig að þetta telur allt, sko. RÚV þarf svolítið að velta fyrir sig, sko, með hvaða hætti þeir að segja frá þessum atburðum. Já. Og ég töði það sjálfur yfir því stundum á Facebook að þurfa alltaf að vera að hlusta á íslenska herin eða íslensk stjórnvöld mikla sig af ofbeldi sínu. En maður sér aldrei neina talsmenn palestínumanna, bara aldrei. Nei. Bara heyra aldrei rödd palestínumanna í fréttum RÚV sem ótrúlegt. Það er líka svolítið merkilegt, sko, af öllum þessum vídeóum sem að koma út af Gaza frá bara almenningi og við erum ekkert að tala um neitt smá fjölda af fíti. Þá einmitt sér maður þetta aldrei. Maður sér bara, þú veist, það er bara Guð er greit, skiluru, og þetta er bara, maður sér aldrei þessa, auðvitað náttúrulega hugsa fólk þetta eflaust, ég meina þú sérð ekki sömu hat, það er mjög merkilegt. Þú sérð ekki sömu hatursorðræðuna gagnvart Ísrael eins og þú sérð í ísraelskum fjölmiðlum. Ég fylgist aðeins með ísraelskum fjölmiðlum. Það er óhugnalegt að sjá hvernig fólk talar í fjölmiðlum í Ísrael og hvað er bara í lagi að segja. Það er í lagi að segja öll börn séu engin börn saklaus og það þurfa að myrða þau öll. Það er í lagi að tala fyrir þjóðarnsreinsunum. Þetta er bara orðið standard orðræða í ísraelsku sjónvarpi, í umræðu þáttum. En eitt í sem hringdi í hann Kusai O'Day sem er íslenskur palestínumæður sem er núna út í Jerúsalem og það heyri hann aftur eftir helgi. Já. Og hann var einmitt að lýsa þessu ástandi hefur aldrei verið svona. Nei. Hann er bara, ég meina, fólk er bara í lífshættu. Já. Gagnvart venjulegum borgurum Ísrael, bara út í bakari. Já. Og ég spurði hann, hvað myndi gerast ef að þú ert stattur eitthvað stöð þar sem einhverjar rakir eða palestínumann og fleira og þú myndir að grípa inn í það og segja, ég meina, láti mannin í friði og verður settur í fangelsi, þá sagði hann, nei, ég er skotin. Já. Það er nefnilega búið að færa svo mikil harka. Ísraelsmenn eru líka búin að vera sko, að íta þessu svolítið áfram að sjá hvað þeir komast upp með sko. Og svo kemur allt inn ljós að þeir komast upp með allan fjandana og þess að séu nokkra aðgerir. Ég held reynda líka núna, það sem er að gerast á Gaza er að sko bara Ísraelsmenn hafa gengið of langt. Þeir hafa gert það núna þegar að sem sagt að ljóst var að frá því bara í byrjun mars að þá var engu hleypt inn. Þannig að það er fólk búið að deyja hreinlega úr hungri eða bara úr, að því að sko það er náttúrulega þeir sem eru veiki fyrir, hvort það eru lítil smábörn eða gamalmenni, náttúrulega geta ekkert lifað af nokkra daga á þess að fá mat sko. Það sem á eftir að koma í ljós þegar þetta verður opnað, þá eftir að koma í ljós hversu mörg 100.000 hafa mögulega bara fallið út frá einmitt sjúkdómum, vannæringu, hafa ekki fengið meðölun sín, þetta og allt eftir að koma í ljós. Ég meina við tölum að það séu kannski einhver 70.000 eða 50.000 manns dáin, það er bara eitthvað sem er komið á blað sko. En það telur ekki alla þessa mannúðarkrísu og það sem er nákvæmlega gerast núna í dag og þetta er hryllingur sem blasir við okkur. Og það er held ég núna sem að nú voru stjórnmálaleiðtogar í Evrópu bara, þetta er komið á langt. Það er þessi hungursneið og það að þeir séu sko búin að setja upp eitthvað nýtt batteri, hugsaðir. Gaza Humanitarian Foundation sem notast við málaliða, ameríska málaliða sem eiga að dreifa hjálpagögnunum. Og það var þarna maður sem var settur yfir þetta, Jake eitthvað, mann ekki alveg hvað hann heit, skiptir ekki máli. Hann var sem sagt fyrirverandi hermaður. Hann var að segja sig frá þessu, bara held ég fyrir einhverjum, bara 2 dögum, 3 dögum. Hann sagði sjálfur að hann gæti ekki kvitta undir þetta vegna þess að þetta bryti í bága við humanitarian principles. Það er sko, þeir eru nefnilega farnir að nota þá, ekki bara sveltu þér fólkið, heldur núna eru þeir að nota hjálpagögnin til þess að smala fólkinu inn á ákveðna staði. Þú veist, UNRWA er með 400 distribution points fyrir hjálparaðstoð á Gaza. Ísraels eru búin að taka yfir 75% landsvæðinu skilst mér. Þannig að 2 milljónir manna eru inni lokuð í fjórðungasvæðinu núna sem að skiptist í tvennt, það er þess að í Gaza City og svo þarna aðeins sunnar. Þeir eru að reyna að smala fólkinu inn í ekki útrýmingabúðir heldur bara herbúðir. Concentration camps. Það er það sem þeir eru að reyna að gera. Og þeir hafa sagst ætla að gera þetta. Þeir hafa sagst ætla, og eins og þeir kölluðu það, voluntary, force, að voluntary sem er náttúrulega alls ekki tilfelli, en þeir ætla að smala fólkinu inn og þeir ætla að reyna að henda því út af svæðinu.
Og þeir nota hennan stuðning í gegnum þessa gasastofnun. Akkurat, og það dói bara einhver, sko mér skilist, ég sá reynda bara það eitt á, en svo sá ég nýjustu fréttir að í gær, þegar þeir reyndu síðan að dreifa þessu með þessum hætti, þessi nýja hjálparaðstoð þarna, sögðust vera búin að ná einhverjum 100 trukkum inn og svo voru þeir að skoða hvað var í þessum boxum, það var lengi meðul og ekki neitt, þetta er bara eitthvað pasta og rísgrón sko. Að þeir hefðu komið einhverjum x mikið 400.000 máltíðir sem þeir hefðu komið út þarna, en þeir þurft að bakka því eins og sást í fréttum kannski rúf eða fólk hefur séð, það var allt vitlaust, fólkið er svo desperate og svo er þetta bara orðið survival of the fittest. Þannig að þeir bara, palestínumennirnir bara, þú veist, bara óðu yfir svæði, þeir þurft að bakka bara hreinlega, þeir segjast vera búin að ná tökum aftur á þessum distribution point, en hugsaðu hvað þetta er galið. Að, veist, þannig að ég held að þarna sitt aldrei mikill uggur líka í leiðtogum að ok, við erum komið, þú veist, það er búið að banna hreinlega bara UNRWA fær ekki, UNRWA er með 3000 trukka tilbúið að koma inn með 400 distribution points og geti, þú veist, en þetta shenanigan hérna, þetta er skelfilegt því þarna er verið að nota hjálpargögn í hernaðarskyni og þetta er líka alveg hryllilegt brot á alþjóðalögum, stríðsklæpur bara hreinlega. Herðu, en ástandið þarna er hryllilegt. Já. Og svo þegar það verið að búa ykkur ráðstöður sem á að fara að ræða tveggja ríkja lausn og þá finnst manni það stundu vera bara eitthvað hjáróma rugl. Já, það er svo langt í burt. Það bara er ekki á dagskrá. Þú þarft að koma með friðargæsluliða frá Sameinuðu þjóðunum eða eitthvað, þú veist, og skrefi til þess að komast í þá áttina, til þess að fá samþykki Bandaríkjanum að Trump. Heldur þú að hann samþykki það? Ef að Ísraelsmenn segja nei, við viljum ekki sjá Sameinuðu þjóðirnar hérna inn eða einhverja sko, það er náttúrulega við erum átt okkur því að Bandaríkjamenn eru náttúrulega stuðningsmenn Ísraela og meðan það er tilfellið þá er Evrópu ekkert að fara að stíga þetta inn og gera það sem þarf. Þannig að maður spyr sig hvar endar þetta? En þegar að fólk þarf að koma saman til einhverja verka að þá verður að vera eitthvað svona ljós við enda gangana. Já. Þú veist, annars ertu bara að vinna í einhverju sko tilgangsleysi. Einmitt. Og það, ég held að Evrópa, allt þetta tala eitthvað tekjar ekki að lausna eða ekki, þetta er innihaldslaust. Þannig það er ekki séð að það sé innan Evrópu eða evrópska stjórnvalda eitthvað svona hugmyndum að við getum farið eitthvað tiltekna leið. Er pólitísku vilji fyrir því að fara eftir ákvæði Alþjóðadómstólsins það að taka í sundur 700.000 manns í landnemabyggðum? Nei. Fyrir utan það, við skulum ekki gleyma því að dómurinn... Þú getur áfram að telja, við getum bara sagt nei. Er vilji fyrir því að setja kvaðir á Ísrael samkvæmt dómnum sem á að borga þeim skaðabætur fyrir að... Nei. Við erum ekki að fara að sjá neitt að þessu. Þannig það er ekki samkomulag að þokast áfram eitt eða neitt. Það eina sem getur breytt þessu er það að Ísrael snúi við og ég er endar hugsaður svolítið mikið núna, nú hljóta þetta aldrei margir að vera, það þarf að leita scapegoat. Þú veist, þetta face saving exercise og afsakja slettunar. Ég er svo lengi að hugsa hvað þetta þýðir á íslensku. En sko, hugsaður nú verða allir að komast út úr þessu. Hvernig komast menn út úr þessu? Þeir skella skuldin á Netanyahu. Ég spái því að Netanyahu, fyrst að einhverjur inn í Ísrael eru farnir að tala svona þetta svona og það var svolítið svona merkilt, hann kom í sjónvarpinu held ég bara í gær, svakalöng ræða að reyna að útskýra þetta allt saman og það er komið rosalega pressa á Netanyahu og fyrir utan small trades og þessa gæja sko. Ég held að þeir verði, bara þeim verður hent fyrir strætóin og þannig getur Ísrael einhvern veginn afsakað sér svolítið frá þessu. Þetta hefur bara verið, þú veist, Netanyahu og þá getur allir bara, já, Netanyahu var vondigæinn. En við vorum áðan að lýsa svona ástandinu sem er sko herskarra meðal almennra borgara í Ísrael heldur en hefur nokkuð tímann áður verið. Já. Það sem að kæmi í staðinn getur bara þess vegna verið verra, sko. Já, en ég velti fyrir mér, nú er efnahagurinn í Ísrael ekki þú veist, þegar þetta fer að koma við fólk, skiluru, það er líka rosalegur exodus út úr Ísrael. Fólk er að flytja í burtu frá Ísrael. Það bara getur ekki, fólk sem hefur eitthvað svona, það vil ekki vera. Það er fólk sem er ósátt við stjórnarstjórnina og þeir sem að sitja eftir og þá segir það bara, já, fariðu fyrir betra. Já. Því að það er fólki sem er eftir, sem að þolir þetta ástand, sem að mun velja næstu stjórnvöld. Já, en Netanyahu var náttúrulega fyrir umsvifamikið spillingamál
og þannig að fólk vill, og það er náttúrulega þarna krúpa í kringum í gíslana sem að vilja sjá lokfyrst á stríðinu. Mér sýnist að það sé svona að verða aðeins öflugri svona mótmæli gagnvart þessu stríði. Það er ekkit endilega út frá réttu mannúðarástafanum, en það er bara það, þó fólk nennir ekki, vill ekki taka þátt í þessu endalausa stríði og senda börnin sinni í þetta endalausa stríð. En eitt svolítið merkilt í þessu vegna þess að, sko, gefum okkur að Netanyahu verið kasta fyrir strætóin bara, hreinlega. Sko, hlutinni geta gerst oft alveg rosalega rætt. Og ég hugsa að við verðum... Þá opnast tækifæri til þess að horfa kannski til lengdar og láta eins og séu mögulega ljós. Ég held að verði mjög margir í Ísrael sem verður mjög fljótir að reyna einhvern veginn að distansera sig frá þessu ef að Netanyahu er... En hver getur lausnin verið það, því að við erum að tala um þjóðamorð og landrán, það er hérna í Suður Afríku, að þá er lykilsetning í baráttu svartra þar fyrir frelsi. Það var að bæta við, sko, að við hérna ætlum að fá landið okkar tilbaka. In our lifetime var bætt við, að það væri sérst á meðan að við erum á lífi. Og þetta var kynslóð Mandela sem að sagði þetta. Akkurat. Og það breytti svolítið miklu, að þetta var ekki bara óljós hugmynd eitthvað sem að gæti mögulega gerst. Þetta er þetta verkefni sem við erum að vinna núna, við ætlum að klára á meðan að við erum hér uppi. En við verðum að vera bjartsýn. Hvað gæti verið? Nú er ég er bara að segja, hvað gæti mögulega verið einhver lausn á þessu máli? Því að við getum talað og komist þær í niðurstöðu að miða við kröfur Ísraelsmanna og miða við kröfur Palestínumanna. Helen, það er bara ekki séns á neitt, þetta mun aldrei hætta. Nei. Það er ekkert í stöðunni eins og er í dag. Við getum farið til Úkraínu líka og satt það sama. Þú tekur saman kröfur Úkraínumanna og kröfur Rússa. Það er ekki komið neitt ljós við enda þeirra ganga. Og enn síður í Palestínu. Það er svo athyglisvert samt, með flest stríð að þá vara þau yfirleitt kannski svona í 1 áratug. Bara horfir á Líbanon, horfir á Balkanskagan, Írak. Þetta er Afganistan enda 20 árin, en þú veist, það er yfirleitt að það kemur að einhverjum punkti. Byggist upp höfnun fólks gagnvart þessu ástandi. Akkurat. Og ég held að Ísrael, þetta ástand núna, sko með Palestínu, það sem ég sæi fyrir mér, við ætlum að best case scenario, ég ætla bara að fara út í það, er að sko það verði sett, sko það verður ekki stuðningur í Ísrael, Netanyahu fyrir frá, það þarf að setja upp einhverja nýja ríkisstjórn sem er samvinnu þýðari við alþjóðasamfélagið. Lausnin er semst að draga herinn aftur frá Gaza en að það komi inn friðargæsluliði vegna þess að það er engin tilbúin til þess að acceptera að Hamas taki við eins og það er í dag. Síðan myndi kannski vera einhver bráðabirgðastjórn undir bara Sameinuðu þjóðirnar, eða bara svipa á Kosovo, skilur þú veist að það er bara sett einhver svona bráðabirgða batteri sem að sér ekki bara friðargæslu, heldur líka bara að byggja upp innvið og reka allt þarna í einhvern smá tíma. Þegar maður normalísar eitthvað þannig að geti mögulega orðið til einhvern stjórnmálakerfi sem getur tekið við. En þá komum við aftur að þessu með Vesturbakkann, að það þarf, ef við ætlum virkilega að keyra á þess að tvekja ríkja lausn, að þá þarf að taka í sundur þessar landnúmerbyggðir sem er 700.000 manns. Þú veist, það er alveg doable, það er alveg hægt. Ég held að það hefur 50.000 manns sem voru teknir út af Gaza. Það var annar en fjöldi sem var hrakin í burtu, sko. Þannig það er búið að gera... Já. Þannig að það er sko, þetta er allt hægt, en eins og ég segi, þetta bara er spurningum hvað Ísraelsmenn ætla lengi að hanga með Netanyahu og hans gengi og hvað Trump er tilbúin til að gera. Þetta eru þessir 2 element og svo eru allir hinnir dansandi einhvern veginn í kringum þetta að reyna að setja einhverja pressu á þetta, en eru samt dauðhræddir að það vantar bara critical mass. Þessna er náttúrulega þessi fundur í Madrid góður að þýleiti. Þú veist að það eru lönd að skrafa saman hvað sé hægt að gera. En vandamáli er að þú ert með fólk sem er að deyja núna. Það eru 100 trukkar sem kom inn í gær. So what? Það eru 2 milljónir manna. Þannig að ég hef svolítið ágjörð að því að við erum, þú veist, að það sé verið að reyna líka að draga athyglina frá raunverulega því sem er vandamáli sem er núna, því að kollega mínir sem er að vinna við mannúðaraðstoð á svæðinu og eru þarna frá ODSA inni, þetta fólk er bara ég veit ekki hvort að fólk, það eru svona líka ákveðin læknasamtök sem eru skurðlæknar sem hafa verið að fara þarna inni, einhverju Bretar þarna, þeir eru rosalega duglegir að taka myndir og sýna og tala um þetta fólk er bara, það er bara
það er bara búið að brotna saman fyrir löngu, ég menn þetta er svo hræðilegt og þess vegna, þú veist, maður situr hérna eitthvað svona fabulera lagalegu ákvæðin og eitthvað svona, maður vildi bara, hvar er mannúðin í fólki? Það er þetta sem mér finnst svo erfitt að akseptera að við sem bara tala prósessa og eitthvað svona, það vantar í okkur að fólk bara segja hingað ekki lengra og bara reynilega öskri því þetta er svo hræðilegt hvað er að gerast þarna fyrir börnin. Þegar húsi brennur þá er kannski ekki tilefni til þess að ræða möguleg vatnsból. Og dáist að hvað palestínumenn í öryggisráðinu eru, þú veist, pallröðlegir, þeir vita að því þeir ekkert að öskra en ég bara dáist þessu fólki hvað það er samt sem, þú veist, það er verið að myrða fólki þeirra í stórun stíl og að þurfa að spila eftir einhverjum leikreglum og sitja á fundum og endurtaka sig í sífellu og enginn hlustar. Hvað, þú veist? Hvað á maður að gera? Við lifum í samfélagi sem að einhver leiti er verið að normalísera þjóðamorðið og eða þá að horfa fram hjá því. Og einu sem maður getur gert er að fara, að marsera í London og fer maður, marsera í London, dreif einhverju efni, skrif einhverjum, þú veist, það er það sem fólk reynir í Breitlandi að skrifa sínum sínum þingmönnum, sko, en þú veist, og kaupa ekki vörurnar, þú veist, ég er bara með, þú veist, no thanks í símanum og passa sig á því, þú veist, það er ekkit Coca-Cola á heimilinu lengur. En þetta er, þú veist, hvað getur maður annað gert? Ég ætla bara að segja eitt. Hópurinn sem er búin að standa inn á vaktina fyrir utan stjórnarráðið eða fyrir utan utanríkisráðuneytið, þegar ég dáist að þessu fólki. Og ég veit að Íslendingum er oft mjög illa við svona háværi mótmæli en ég ætla bara að segja ég dáist að þessu fólki og þau eru réttu megin sögunar. Það er bara þannig. Það er ég nefnt stundum að ef maður er í göngu niður Laugaveginn undir palestínsku fánanum að þá er krafan eiginlega að ofbeldi verið stöðvað sem er krafa alþjóðlega dómstóla. Alla kröfur hópsins eru sömu og alþjóðlegra stofnana og alþjóðlegra dómstóla. Það eru vel að stjórnvöldin okkar og stjórnvöldi í okkar heimsluta sem eru í andstöðu við það. Það er nefnilega mál. Fólk verður átt að segja því þeir að horfa á þetta og heldur að mótmælinu séu einhvern veginn að raska einhverju. Það eru vel að stjórnvöld sem eru að raska þessu. Sem er ekki að uppfylla Hávara fólki fyrir utan ríkisstjórnarfundin er að reyna að halda reglu í okkar heimsluta. Svo bara til Reykjavíkurborgar vil ég segja bara upp með fánana. Það er ekkert mál fyrir Reykjavíkurborg að taka af skarið og til dæmis gefa það út eins og var ætlunin og svo var horfið frá því að versla ekki vörur frá Ísrael. Það er hægt. Við getum þetta. Það er svona smá skref sem væri hægt að taka. Af því Reykjavíkurborg hefur ekki kannski sama, þú veist, international exposure eins og landi sjálft en Reykjavíkurborg, þú veist. Og það skiptir máli vegna þess að í svona þegar verið að færa til eins og skiptir máli þingmaður sem stendur upp og talar og það gefur öðrum færi á að gera það. Þess að skiptir máli hvað hver einstaklega gerir og hvað hver einasta stofnun gerir. Þess að vona ég einhver bara hreinlega taki þetta mál dagbjartar og tali þetta byttu, nei. Þetta stenst ekki í skoðun, það sem þú veist að segja. Annarkvort erum við samkvæm sjálfum okkur eða ekki og hvar ætlum við að vera. En forsendurna nefnilega sem hún gaf að þá getur við ekki hjálpa börnunum á Gaza, mér fannst þetta ekki credible, þú veist, ég veit að það eru önnur stjórnvöld nú heldur voru þegar þetta byrjaði, þegar hópur fólks fór og náði bara hreinlega í fólk út af Gaza, en eitt sem ég langaði líka að nefna að samkvæmt alþjóðalögum þá þegar það er þjóðamorð þá einhvern veginn er það brot á þessum samningi líka ef við höfnum flóttafólki frá sem er undir þjóðamorði. Bara að hafa þá á hreinu. Þannig að ætla að fara að vísa einhverjum palestínumönnum héðan núna frá Íslandi þó þeir kæmi gegnum Schengen. Það er brot á alþjóðlegum ef við ætlum að fara eftir þjóðamorðsamningnum, bara að hafa þá á hreinu. Helen, takk fyrir að koma hingað í stuttri heimsókninni til Íslands. Gangið vel í þínu störfum. Takk fyrir kærlega. Við sittum hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna átt okkur á þessum heimi. Næsti kafli er eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.